Velkomin í Biblían á mannamáli, hlaðvarp fyrir lífið. Við nálgumst nú og uppstigningardag og hvítasunnu og ætlum að fjalla það í sérstöku þáttum. En við höfum verið aðeins að tala um kirkjuna og kringustæðarnar, þessar fyrstu kirkju, frumkirkjuna. Það er kringustæðin sem að fólk kom inn í og varð hluti af kirkjunni í þessu rómverska heimsveldi. Þetta var algjörlega nýr hópur eða nýr tegund af fólki til sem að trúði eitthvað allt öðru heldur en aðrir höfðu trúað áður og þau voru að boða eitthvað algjörlega nýtt. Kirkjan er eiginlega og var þarna og er nákvæmt áframhald á frásögu Biblíunnar og snýst lækningu og betri heim. Lækningin var þarna komin og Guð ætlar að fullkomna hana allar heim. Hann mun gera allt nýtt og verkið er nú þegar hafið. Nú býr Guð nefnilega ekki lengur í því sem er gert með höndum manna og nærvera hans á jörð er ekki lengur að finna í helgidómum Ísraels né annar staðar. Nærvera Guðs er nú þar sem fylgjendur Jesú hittast og fara Það getur að sjálfsögðu verið inn í helgidómum, hvar sem er á jörð, en hann býr núna í fólkinu, í sínu fólki allan heim. Þetta gerði kristnu kirkjunni þarna og að tala svona og fullyrða þetta, gerði það svolítið öðruvísi eins og ég segi heldur en gengur og gerist og það er ennþá þannig í dag. En það er eitt sem að við verðum að hafa í huga, frumkirkjan álit sig hvorki betri eða verri en annað fólk. Þau vissu hins vegar bara að þau tilheyrðu ríki Guðs. Þau kepptust eftir því að lifa í samræmi við kennslu Jesú og mæta þörfum allra eins og unnt var. Þau höfðu skilið það og skildu það að hlutverk þeirra var að sýna hvernig lífið í þessum heimi hér á jörð getur verið ef mannkynið aðeins áttar sig á því hvað Guð hefur gert og hvað hann hefur gefið okkur öllum til þess að gera hluta af okkar lífi og gera mannheima betri. Þetta minnir svolítið á hlutverki sem Ísraelsþjóðin hafði lesum í Gamla testamentinu, þar sem að Guð sagði við Ísraelsþjóðina að þeir skulu vera mér konungsríki, presta og heilug þjóð og þið verið mín þjóð og ég verið ykkar Guð. Þetta könnumst við úr Gamla testamentinu. Hlutverk Ísraels var aldrei að leggja heiminn undir sig, enda gerðu þeir aldrei neina tilraun til þess. Þjóðin átti hins vegar að sýna heiminum líf í samfélaginu við Guð undir stjórn konungsins og með því áttu þau að blessa aðrar þjóðir. Þetta var þeirra tilgangur og köllun, en stærra og dýpra kannski hlutverk Ísraels var að vera þessi farvegur fyrir komu Messíasar og fyrirmyndina því sem að skyldi koma. Og ef við skoðum frumkirkjuna og þessa sjálfsmynd kirkjuna sem hún hafiði þarna í byrjun, að þá er það nákvæmlega, og sjálfsskilning, þá er það nákvæmlega þetta sem þau, þannig lituðu á sig, þannig skilduðu það. Og í bréfunum stendur í Nýja testamentinu, þið eruð útvalin kynslóð, konunglegt prestafélag, heilug þjóð, eignalýður til að þið víðfræðið áðir hans sem kallaði ykkur frá myrkrinu til síns undursamlega ljós. Þið eru útvalin, þið eru kölluð, það stendur konunglegt prestafélag, sem þýðir það allir sem tilheyruðu hópnum og voru prestar. Að því litunni til prestar að þeir höfðu aðgang að hásæti Guðs, gátu komið inn í nærveru hans hvar sem var og hvenær sem var. Fram að því voru það bara prestarnir. Prestarnir voru milligöngumenn á milli fólksins og Guðs. Meðalgangarar. En Biblían kennir okkur í Nýja testamentinu, nú er bara einn meðalgangari og það er Jesús Kristur. Þannig að þú og ég höfum beinan aðgangi gegnum hann. Og svo segir þessi heilug þjóð, heilugur þýðir bara frátekinn. Það er ekki þannig, þau eru svo heilug, ég má ekki einu sinni koma við þau. Nei, að vera heilugur er vera tekinn til hliðar,
að tilheyra einhverju sérstöku, vera eignalíður eins og hann sagði, þið eru heilur þjóð og þýleitinu þið eru tekið frá fyrir mig. Til hvers? Til að víðfræja dáðir hans. Og svo kemur þessi stórkostlega setning sem kallaði ykkur frá myrkrinu til síns undursamlega ljós. Og þetta er boðskapur Biblíunnar í hnotskurn að Guð sendi son sinn sem ljós inn í þennan heim. Hans orð, hans líf, hans athafnir, hans boðskapur, hans verk í öllu, einu og öllu voru ljós að skein stjært í myrkrinu. Hvað er myrkri? Við erum ekki að tala sólmyrkva eða nóttu, myrkra nóttu til, við erum að tala myrkri sem að mannkynið lifur og hræðist í. Matrixið sem við stundum kallum það er svolítið týnd. Hvað er í gangi? Við veitum ekki alltaf veitum ekki einu sinni alltaf hver við erum virðist fyrir. Fólk að leita sjálfum sér, það er týnd. Og ef við lítum á bara athafnir mannkynsins er allt og mikil ilska, allt og mikil myrkur, við kallum þetta myrkur vegna þess að þetta er vont, þetta er ljótt, þetta á ekki að vera, við vitum það öll, við vitum það. Inn í þetta myrkur kemur Jesús og skín stjært sem kærleikur Guðs. Sýnir okkur hvernig Guð er, sýnir okkur kærleika Guðs. Og þetta er það sem er boðskapur Biblíunnar. Að þú og ég, mannkynið allt, við höfum tækifæri á að tileinka okkur að ganga inn í þessa ljósgeisla Krists og leyfa honum að lýsa upp hjarta okkar. Byrjar þar, lýsa upp hjarta okkar, mundu það sem ég er að segja á það. Guð býr ekki lengur í húsi gerðu af mannahöndum. Hann getur verið þar af því að fólkið hans er þar. Hann býr í hjörtum fólksins. Nú hefur hann sett sig inn í þinn anda, minn anda og þar býr hann. Og þar skín ljósið, þar byrjar það að skína. Ef það fara að skína þar, þá mun hann líka skína út frá okkur í kærleiks orðum, í kærleiks verkum og við munum sýna það í orð og verki. Guð hefur náð að höndla hjört okkar, við höfum leyft honum að höndla hjört okkar. Frumkirkjan hugsaði svona, ef við lesum Nýja testamentið og við erum einmitt að fara af stað í Nýja testamentinu, þannig að ég er aðeins að leggja grunninn og að við áttum okkar á hvernig þau hugsuðu. Frumkirkjan, fyrsta kirkjan, þetta fyrstu 1, 2, 300 árin, hún var öllum opin. Það var engin kynþáttahyggja. Kirkjan samanstóð ekki bara af gyðingum, heldur hún var mjög alþjóðleg þegar það var alveg sem að hverju fóru, fólk gat komið og verið með og fengið að vera hluti af hópnum. Og það var fjöldi fólks sem gekk til liðs við þennan nýja konung, Jesú Krist, og þeir vildu tilheyra Guðsríkinu og því að Guðs lækning og ljós náði ekkert bara til Ísraelsmanna, ekkert bara til Jerúsalem búa, heldur allan heiminn. Allt mannkynið var undir hjá Guði. Og þú og ég erum hluti af þessu. Við erum hluti af þessu mannkyni. Minntist á prestan á þann og það kannski aðeins að ítreka það að það var allt breytt. Við þurftum ekki lengur meðalgangar en hann var búinn að eiginlega taka burtu gamla trúarkerfið og opna dyrnar upp á gátt. Opnaði upp á gátt fyrir okkur öll. Já, meðalgangarnir prestarnir sem meðalgangarar voru farnir, þar sem þeir voru til staðar, við þurftum ekki lengur að halda sem meðalgangara. Í dag eru prestar í kirkjunum okkar hér ekki meðalgangarar milli okkar og Guðs. Þeir eru þjónar Guðs og okkar í kirkjunum. Þeir sinna embættisverkum, þeir sinna predikunarverkefnum, þeir sinna fyrirbænaverkefnum og svo framvegis, en þeir eru ekki lykillinn að því að þú og ég getum nálgast Guð og átt samfélag við hann. Sá tími er liðinn. Prestar í dag hafa allt annan tilgang, allt annan merkingu og allt annan þjónustu. Það er bara einn meðalgangari og það er Jesús. Að lifa í Guðs ríkinu, þessu ríki sem að kirkjan boðaði strax frá byrjun og Jesús boðaði, felur í sér nærveru Guðs. Nærvera Guðs. Ég get alveg sagt okkur það af eigin reynslu. Það er ekkert sem jafnast á með nærveru Guðs. Ekki neitt. Kirkjan á fyrstu öld var sem sagt
svona hópur fólks, samfélag sem gaf líf sitt Jesú Kristi, og saman þá lærðu þau að lifa og þjóna með því að leyfa ljósi Krists að dvelja innan með sér og skína frá sér. Mun eftir laginu Þetta litla ljósið mitt, það skal skína bjart, sungið í sunnundaskólum og víðar. Þetta kemur þaðan. Þetta er beint úr þessu. Og Jesús hafði sjálfur sagt í Jóhannesar Guðspjalli, 13. kafla, á því munu allir þekkja að þið eruð lærisveinar mínir ef þið berið elsku hver til annars. Fólk mun sjá, mun vita að þið eru lærisveinar mínir ef þið berið elsku hver til annars. Vá. Það er ekki að þessu mun allir þekkja að þið eru lærisveinar mínir vegna þess að þið hafi hátt á torgum úti, af því predikið frábæran boðskap, af því að kirkjubyggingar ykkar eru fullar af fólki, af því þið eru svo frábær, ekkert af þessu, af því þið eru svo rosalega guðleg. Nei, þau munu vita það ef þið elskið hvert annað. Og þar, ég minntist á það, ég man ekki hvort það er 1-2 þáttum síðan, þetta með kraft heila sandar sem við ætlum að fjalla núna hvítasununa, að það var ekki bara til kraftaverka, það var til þess að elska eins og hann. Þetta er lykilatriði hjá Guði. Guð er kærleikur og allt sem hann gerir, allt sem hann segir, allt sem hann vinnur í þínu hjarta og mínu hjarta, miðar að kærleikanum, eingöngu því, eingöngu. Og þegar líf Guðs fékk að flæða svona og kærleikar hans í og gegnum kirkjuna, þá læknaðist fólk. Það læknaðist á sálina sína, innri mannin sinn, á sjúkdómum og meinsemdum. Kirkjan hafði gríðarleg samfélagsleg áhrif í byrjun og hefur enn víða, en þarna í byrjun hún var bara róttækt afl. Karen Armstrong, sem er danskur fræðimaður, hefur ekkert sérstaklega lýst yfir að hún sé trúuð, og reynda bara alls ekki, þvert á móti. Hún hefði þetta að segja frumkirkjuna: þvert á öll líkindi var kristnin orðin að slíku afli á 3. öld að ekki var hægt að horfa framhjá því. En þann dag í dag vitum við ekki alveg hvernig þetta gerðist. Þetta segir bara fræðimaður út í heimi frumkirkjuna. Aflið var gríðarlegt. Það var í þessu upprisu kraftur og það er eiginlega eina sem útskýrið og getur útskýrta þennan mikla kraft og áhrifamátt og samfélagslegu hreyfiafl sem kirkjan var. Það sem þau sýndu fyrst og næst var kærleikur og lækning og lausn. Þau voru óstöðvandi í því að boða kærleikan, taka út fólk, elska það, þjóna hvort öðru, þjóna öllum, biðja fyrir fólki, sjáðu læknast, og þetta var svo gjörsamlega nýtt inn í þessa kringumstæður í rómverska heimsveldinu. Ef svona fólk kæmi í dag, nei, ég ætla að fara að segja að það er ekki sömu áhrif, ég ætla ekki að fullyrða það, því að við þurfum öll og við vitum öll ef einhver hópur af fólki, einstaklinga 2, 4, 20, 50, 100, 500, sýna af sér svona hátterni í kærleika og elska og umvefja, það er eftir í tekið og það hefur áhrif. Við viljum á landur okkar kærleiksbyltingu. Forsetinn okkar stendur fyrir kærleiksbyltingu. Það leyfa kærleikunum að koma meira og meira inn í samfélagið okkar og taka yfir. Ég segi bara það, ef ekki frá kirkjunni, hvaðan þá? Ef ekki frá kirkjunni, hvaðan þá? Allt líf frumkirkjunnar snerist að blessa aðra og sýna þeim trúfesti Guðs varðandi lækningu, lausn og ljós og endurreisn lífs þeirra og allra sköpunarinnar. Og líkt og hjá Ísraels þjóðinni í byrjun, það breyttist reyndar hjá Ísraels þjóðinni síðar meir, þegar svona framliðu stundir, það fengu sér konunga og annað slíkt, voru með miðstýringu, en í byrjun þá sagði Guð enga miðstýringu, þeir eru bara ættbálka samfélag, og þannig var kirkjan í byrjun. Engin miðstýring,
einhver valdhafar, einhver sérstakir valdhafar. Postalarnir sem höfðu verið með Jesú voru svona helstu kennararnir eðlilega, þeir höfðu verið með Jesú og meðteki boðskapinn og vissu hvað hann hafði kennt og boðað, fyrir hvað hann stóð. En þetta var mjög svipað bara, þetta var bara hópur fólk sem hittist í bæjunum og borgunum, sveitunum, stundum í samkunduhúsunum en mest á heimilunum, heimili hvers annars. En vegna þess hversu nýtt þetta var, þá var bara ekki hjá því komist að kenna og fræða og minna kirkjuna á stöðu hennar og köllun. Það tók nefnilega langan tíma fyrir suma að átta sig á þessari nýju tilveru. Og ég nefni þetta vegna, og ég hef gert það áður og ætla að ítreka það vegna sem við erum að fara í bréf postulana til kirkjana og safna hana hérna við botn Miðjarðarhafs og þar í kring, reyndar norðurhlutan líka, að postularnir í bréfum sínum, þeir ávarpa hin og þessi samfélagsleg málefni sem að voru aktúel í samtímanum þeirra og ég nefndi eitt daginn með þræla til dæmis. Kirkjan var ekki hlynnt þrælahaldi og þrælarnir sem að tóku trú á Krist vildu fá frelsið, þeir vissu að þeir voru til frelsis hefði Kristu frelsað þá, en Páll sagði stundum með hingri róli ekki hlaupa undan því að þá eigið hætti að missa lífið. Það var dauðadómur yfir því að yfirgefa stöðu sína sem þræll en það eru margir sem álíta það að þar hafi Páll verið að samþykkja fyrir hönd Jesú að þrældómur væri í lagi. Það er bara alls ekki, þeir voru ávarpa hins vegar, þeir voru inn í þessum kringumstæðum og þurftu að taka á því til að hjálpa kirkjunni í gegnum þessar breytingar sem voru eiga sér stað. Þetta voru gríðarlega breytingar og kirkja kom alveg þvert á rómverska samfélagið og rómverska heimsveldið í svo mörgum þáttum. Stundum telja postularnir sig vera með orð frá Guði í bréfunum, stundum bara eigin orð, sína skoðun eða sem þeir eru að styðjast við þegar þeir eru að tala við hópið. En það heyrast eins og ég segi mjög mikla gagnrýnisraddir varðandi þetta oft í samtímanum að Nýja testamenti sé ekkert betra heldur en Gamla testamenti og sé bara úrelt og úrkynjað og geti bara ekki fylgt nútímanum vegna þess að það sé verið að kenna þar hluti sem að bara á ekki við, verðist vera þvert á móti öllu því sem að við í dag teljum jafnrétti og mannréttindi og svo framvegis. Að það er tvennt sem ég vil nefna áður við förum að fara af stað í þessar bækur sem þess virði að hafa í huga. Og fyrsta, mjög stórt. Það er sú staðreynd að Biblían í heildinni er ekki. Það er álit margra að Biblían í heild sé ófrávíkjanlegu bókstafu Guðs. Það er að segja hvert einasta orð og vers og setningar sem það er að skrifa beint frá Guði. Það er ekki. Þannig er ekki trúarbók gyðinga eða kristinna manna. Hún er lifandi orð, Biblían er svo sannarlega lifandi orð og talar enn í dag mjög sterkt inn í mannlegt samhengi og getur haft gríðarlega áhrif og hefur gríðarlega áhrif á hjarta mannsins til umbreytinga, til lækninga, til heilbrigðis og lífs. Vissuð þið til dæmis að Biblían gefur okkur djúpt innsæi inn í heilsufar okkar þegar kemur að mataræði, kennir okkur að borða heilbrigt og sýnt sig að margt sem hún kemur með er bara læknavísindin sína fram í dag að er bara alveg hárrétt. Alls konar svona hluti, hún er full af vísdómi, hún er full af innsæi en hún er ekki það að Guð hafi bara talað við himnum ofan, einhver setið eitthvað staður og skrifað eftir honum. Hún er ekki þannig bók. Biblían er samantekt þeirrar opinberunar sem Guð gaf hverju sinni. Það er skráð í sögulegt samhengi af fólkinu sem var á þessu andlega ferðalagi. Stundum var skilningur þeirra mikill, stundum var hann lítill, stundum var hann enginn og svo framvegis. En þau voru að skrifa, þau voru að gangi gegnum hluti. Þess vegna greinir Biblía frá öllu því sem maðurinn og mannkynið gengur í gegnum. Þetta er það fyrsta sem þurfum að hafa í huga þegar við lesum Biblíuna. Öðru lagi að sjálfskilningur frumkirkjunnar
og allra þeirra sem rituðu þessi safnaðarbréf í Nýja testamentinu, þau álitu sig ekki vera heimamenn í þessu samfélagi. Rómverska heimsveldi var ekki þeirra heimaland, þeirra heimaríki. Muni ekki Jesús sagði, þið eruð í þessum heimi en ekki af honum. Muniði, hann að vísa til þess, þið eruð núna þegnar allt annars ríkis heldur og rómverska ríkisins. Þið eru vissilega þar. Og Páll postuli og fleiri, þau sögðu, jú, við erum hér, við erum sendiherrar, við erum ambassadórar. Og sendiherrar, náttúrulega, tökum bara Ísland, sendiherrar erlendra ríkja hér á okkar landi, þeir taka tillit til og verða að lifa eftir íslenskum lögum, ekki satt? Þeir verða að gera það. Ef þeir gera sprotlega við lögin hér, þá er það fyrir diplomatar og þá er þeim sleppt við eitthvað, en það myndi aldrei ganga. Við myndum aldrei samþykkja sendiráð sem að sífellt brýtur í gegnum íslensku lögum. Þannig að þeir reyna eftir fremsta megni að framfylgja öllu því sem það er að gerast, og það gerði kirkjan líka. Hún reyndi að fremsta megni að framfylgja lögum rómverska ríkisins og lúta þeim siðum sem voru fyrir hendi í hverju landi. Alveg eins og sendiherrar nútímans gera. En kirkjan beygði sig þó ekki undir spillinguna, ranglætið og misréttið sem gat verið til staðar. Þau komu hart í gegn því. Þau settu sér sett sín mörk og áttu það til, jafnvel að sína svona samfélagslegt andóf með það hvernig þau voru. Því að kærleikurinn var þeirra leiðarljós og þar sem þeim fannst brotið á fólki þá gripuðu inni, þau hjálpuðu, læknuðu, hlúðu að og björguðu. Og það var ekkit alltaf það sem að yfirvöld, Rómaveldis eða viðkomandi svæða vildi eða sætti sig við. Þess vegna, eins og ég hef nefnt áður, voru stöðugar ofsóknir á hendur þeim. Ofsóknir á hendur þeim voru ekki frá fólkinu sem að þau höfðu gert gott. Það var frá yfirvöldum fyrir hönd yfirvölda sem óttuðust þessa samfélagslegu byltingu sem var að eiga sér stað. Það er þess vegna voru þau ofsótt. Það er mjög mikilvægt þess vegna að greina þegar við förum núna á stað, og þetta er að síðan ég ætla að nefna þetta. Það er mikilvægt að greina á milli leiðbeininga þessa samfélagslegu þætti sem að voru ríkjandi í rómverska heimsveldinu og það sem þau tileinkuðu sér sem erindreka Guðsríkisins, því að Kristur var þeirra konungur, keisarinn var ekki þeirra yfirvald, bara Kristur. Ef við gerum greinamun á leiðbeiningum sem að Páll og Pétur og Jóhannes skrifa til safnaðana, hvernig best sé að hegða sér og taka á samfélagslegu hlutum sem snerta rómverska heimsveldið, gera mun á því og síðan þegar þau koma með leiðbeininga beint sem snýr að Guðsríkinu. Þeir eru að tala annars vegar rómverska heimsveldið stundum og stundum eru að tala Guðsríki sjálft. Og þetta er mikilvægt að átt að sjá þessi mismun þarna í bréfunum. Þessi síðasti þáttur sem ég nefndi Guðsríki sjálft, þetta snýst ekki bara menningarlæsi kirkjuna. Menningarlæsi kirkjuna verður að vera í lagi. Við þurfum að vita inn í hvaða menningu við erum að koma, inn í hvaða menningu við lifum og hvað við erum að boða og hvernig við nálgumst boðunina og svo framvegis. Og þetta er hlutverk hennar á jörð. Þetta er hlutverk kirkjunar. En í dag er munum leiðarljósið númer 1, 2 og 3. Ekki hversu stóra byggingar við höfum. Ekki hversu margt fólk fylgir okkur. Ekki. Þó ég er ekki að gera lítið úr því. Það er gaman þegar margir öðlast trú. Auðvitað er gaman, auðvitað er skemmtilegt, auðvitað er hvetjandi. Þú sér fjöldamanns komast til trúar. En hlutverk kirkjunnar snýst ekki það að hafa sér stærsta byggingar eða safna sem mestum fjölda, safna sem mestum peningum, alls ekki. Sýna sem mest kraftaverk, nei. Hafa sem hæst, láta mikið á sig bera, breyta alþingi, nei. Við biðjum og treystum og við elskum og lýsum. Það var hlutverk kirkjunnar að biðja og treysta Guði til þess að vinna og starfa
og elska og lýsa hans ljósi inn í samfélagið. Þetta enn okkar hlutverk kirkju í dag. Þetta enn hlutverkið. Við ætlum að þetta síðari þátturinn núna í þessari viku og næstu viku uppstigningar dagurinn á 5. 14. og við ætlum að fjalla þessum uppstigninguna í næstu viku og svo förum við að nálgast hvítasununa. En við skulum ljúka þessu með bæn fyrir þau sem að vilja og geta. Faðir vor, þú sem ert á himnum, helgist þitt nafn, tilkomið þitt ríki, verði þinn vilji svo á jörðu sem á himni. Gef oss í dag vort daglegt brauð og fyrirgef oss vorar skuldir, svo sem við og fyrirgefum vorum skuldunautum. Eigi leið þú oss í freistni, heldur frelsa oss frá illu, því að þitt ríkið, mátturinn og dýrðin að eilífu. Amen.